Já, komið öll sæl, það gaman að vera hérna og gott að hlusta. Frábært að fá þetta finnska erindi. Ég vona svo sannarlega að við náum að feta í þeirra spor og svo mjög góð ádrepa hér í rauninni hvað við getum lært kannski af þeirri vegferð sem við höfum verið á því við mannfólki viljum auðvitað vaxa og gera betur á morgun en við gerðum í gær. Ég ætla að segja ykkur frá samstarfsverkefni borgarinnar og betri samgangna þróun Keldna sem þá veltengt framtíðarhverfi. Við getum sagt að það hafa verið uppi áform að byggja á Keldum mjög lengi. Þau birtust kannski fyrst í aðalskipulagi Reykjavíkur 62 og því má segja að Keldur hafi verið til dæmis lengur á dagskrá heldur en Sundabrautin sem sumir bíða enn eftir. En rætur þessa verkefni sem við erum að kynna hérna liggja í grunninn í samgöngusáttmálanum. Betri samgöngum var þar falið að annast þróun og sölu ríkislands á Keldum sem við sjáum hérna sem bláa reiti. Allur ábátinn af þessari þróun á í rauninni að renna óskertur til samgöngusáttmálans, fara í samgöngur á höfuðborgarsvæðinu og hér á í rauninni að reyna auðvitað að fá sem mest virði úr landi, en virði auðvitað eins og hefur komið hérna fram, mælt á fleiri en einn veg. Við þurfum að horfa líka á stóru myndina, að þeir sem munu búa hér eins og Edda sagði eftir einhver árhundruð munu hugsa með hlýhug til þeirra sem stóðu að þessari uppbyggingu. Betri samgöngur eru sem þetta í hlutverki landeigenda og eru sem þetta að hafa hafið ýmis svona undirbúning með rannsóknum og forsendugreiningum. En síðastliðið vor var svo gengið frá viljayfirlýsingu. Hún snýr annars vegar að flýta uppbyggingu, setja Keldur sem þetta fyrr á dagskrána en áður var og jafnframt að flýta framkvæmdum borgarlínu sem á að fara þarna Á þessum grunni hefur verið þá sett þetta samstarfsverkefni milli umhverfis- og skipulagssviðs borgarinnar og betri samgangna. Það sem á að undirbúa skipulagssamkeppni og sem verður þá grunnur að skipulagi nýs hverfis og einnig að ná þá samkomulagi, svona típist mál þegar hérna þá framtíðar eignarhald, rekstur og viðhald og slíkt, sem svona klassískt dæmi þegar hérna landeigandi annar en sveitarfélagi sem fer með skipulagsvaldið og þarf svo að sinna þjónustunni í framtíðinni. Alls þetta 115 hektarar. Það svona stærðareining sem við sem erum ekki bændum eigum oft svona erfitt með að ná utanum, en það má sjá í rauninni svæði hérna niðri sem svona gula fleti og búið að setja það á svona umhverfis, í hið byggða umhverfi til að setja það svona í eitthvað skiljanlegt samhengi fyrir okkur. Keldur eru svo spottakott frá miðborginni, einungis 7,5 kílómetrar. Í viljayfirlýsingunni eru svo dregin fram svona þessi helstu áhersluatriði sem þarf að taka mið að við þróum Keldnalandsins og verða þá viðfangsefni þeirra sem mun taka þátt í samkeppninni. Ég ætla svona að hlaupa hratt yfir þau helstu. Við skulum byrja á stóru myndinni, sýnin, og hún skiptir máli eins og kom skýrt hérna fram í máli Jans. Sýn sem var sett til dæmis fram í svæðisskipulaginu sem þarf að horfa til og hugsar að mæta hvernig hægt að mæta vextinum á höfuðborgarsvæðinu, þessu öra vexti til ársins 2040. Og þar í rauninni að beina sem mestri uppbyggingu á samgöngu og þróunarása, þar sem verður alltaf gott aðgengi að góðum almenningssamgöngum. Og uppbyggingin þarf að vera samgöngumiðuð, þar að segja að við séum þétt og blanda byggð og umhverfi allt liðilegt þeim sem fara gangandi eða hjólandi. Og í rauninni hverfin eiga að vera svona svolítið sjálfbær þorp, þar sem íbúar geta sinnt svona flestum sínu svona daglega amstri í eins þægilegu göngufæri frá heimili sínu og undir. Aðalskipulag Reykjavíkur svo grunnurinn með nýjustu uppfærslunni
og þar markmiðið til dæmis að gæði borgarumhverfis sé þá aðdráttaraflið sem styrkir samkeppnishæfni Reykjavíkur til langra framtíðar, og þá skipta gæðin miklu máli. Og alls konar kjörorði má segja þar, og þá alls konar svona andheiti fábreytninnar eða einsleitninnar. Fókusin þá á sjálfbæra mannveg og fjölbreytt hverfi, þétta byggð í manneskjulegu mælikvarða, fjölbreytt húsnæði og skjólsæl, sólrík, skemmtileg almenningsrými sem aðgengileg öllum. Og í aðalskipulaginu Keldnalandi að mestu skilgreind sem miðsvæði, en einnig grænir geirar meðfram Grafalæknum og ánni Korpu sem þá svona tengingar milli fjalls og fjöru, getum við sagt. Allt Keldnalandið verður á áhrifasvæði borgarlínu og ætlunin að nýta tækifærið þar til hins ýtrasta til að stíga þá markviss skref að kolefnishlutlausu borgarsamfélagi. Samgöngur verða vistvænar og hagkvæmar bæði fyrir þá sem þar búa og samfélagið í heild. Almenningssamgöngur verða að vera raunhæfur fyrsti kostur í lengri ferðum, og þannig að fjölgun íbúa í Austurborginni bæti ekki við teppuna í Ártúnsbrekkunni sem minnst á hér í morgun, og að ytri áhrif umferðar verði þá sem minnst. Svæðið gilda svo bíla- og hjólastæðareglur Reykjavíkur og sem mjög gott, því ein af þeim ábendingum sem OECD hefur bent á sem svona aðgerðir til að einfalda húsnæðisuppbyggingu á Íslandi og sérstaklega höfuðborgarsvæðinu snýr einmitt að því að draga úr bílastæðafjölda á nýjum uppbyggingarsvæðum og kjörið að hafa það að leiðarljósi hér við uppbyggingar á Keldum. Keldur þurfa að fléttast vel inn við aðliggjandi svæði. Það snýr þá bæði að þróunarásnum, þar sem þarf að verða gott samhengi uppbyggingar meðfram allir borgarlínu, en einnig þarf í rauninni að hvert svæði hafa sína sérstöðu þannig að hver perla í rauninni fá að skína á sínum forsendum. En það líka nauðsynlegt að flétta nýtt hverfi vel við þá Grafavoginn sérstaklega, aðleiðandi byggð þar, og mikilvægt að horfa til þess að uppbygging þarna bæti í rauninni gæðin og auki í rauninni fjölbreytnina inn í Grafavoginn. Svo þarf að huga að góðum og örgum tengingum yfir Grafarholt og Úlfarsárdal, en þar náttúrulega þetta fljót sem Vesturlandsvegurinn sem ákveðin hindrun. Framtíðarhverfið að Keldum þarf að verða fyrir alls konar fólk og mikilvægt að allir finni heimili við hæfi og félagsleg blöndun verði þá fléttuð inn í byggðina án augljósar aðgreiningar, svona líkt og hefur verið stefnan hérna undanfarin ár og kom líka vel fram í máli Jans hvað það skiptir miklu máli. Í því skyni mun líka rammasamningur ríkis og sveitarfélaga uppbyggingu húsnæði skipta sköpum. Í honum kveðið á ansi hátt hlutfall að nýju húsnæði að vera annars vegar á viðráðanlegu verði og hins vegar félagslegt. Og svo þarf líka að huga góðri blöndun milli íbúða og atvinnutækifæra, þannig að hverfið sé lifandi í rauninni frá morgni til kvölds. Blágrænar ofanvarslausnir sérstakt og sérstaklega mikilvægar á svona svæðum þegar við erum að byggja á gegndræpusvæði í námunda við vendaða og viðkvæma viðtaka, og með blágrænum ofanvarslausnum þá líka tækifæri til að styðja við líffræðilega fjölbreytni og búa í raun til grunna aðlaðandi og vistvænu borgarumhverfi með sterkt tengsl við náttúru. Unnið að því að skipulag hverfisins verði sjálfbærnivotnað og við auðvitað stefnum á því að það þýði ekki grænþvottur. Nú ég komið með gulan miða. Ég ætla ekki að staldra mikið við bílastæðahúsin, við fáum hérna sérstakt erindi það á eftir, en þau mjög góð til að mynda til að stytta byggingatíma, og að hafa þau í stað þess kjallarana þá minnkar það áhrif á grunnvatnið og gefur okkur færi til þess að vera með blágrænar ofanvarslausnir og að húsagatan geti í raun orðið aðlaðandi og góðu vettvangur fyrir líf, unga sem aldna. Við mótum framtíðarhverfis á Keldum mikilvægt að draga fram sérkennin og móta sterkan staðaranda. Það verður vissulega áskorun að byggja upp á grænu svæði og taka þar tillit til margra þátta, til dæmis núverandi starfsemi og náttúrugæða, en þarna einstakt tækifæri til að byggja aðlaðandi byggð
í náttúruríku umhverfi og nýta þessa trjáræktarreiti sem hlúð hefur verið að núna undanförnu, þannig að þarna verður það aðgengilegi borgargarðar strax í upphafi og svo erum við bara 20 mínútur, alltaf í 20 mínúna fjarlægð frá miðborginni með borgarlínunni. Kúrsinn hefur verið settur og við erum lögð af stað. Það er undirbúningsfasi núna og sem hefur verið samtal við fagfélög og við höfum líka opnað í rauninni vefsíðu þar sem hægt er að sækja upplýsingar og koma sínu sjónarmiðum á framfæri. En á döfinni er svo alþjóðleg 2 þrepa samkeppni sem fer af stað núna í upphafi næsta árs og rammahluti aðalskipulags verður svo unnin á þeim grunni og sama tíma þarf þá að ganga frá þessu samkomulagi eignarhald og skipting á tekjum og kostnaði og slíku og svona gerum ráð fyrir að fyrstu deiliskipulagstillögur verði þróaðar haustið 2023. En svo er mjög mikilvægt að í viljayfirlýsingunni er það líka kjarnað að það verði komið þjónusta þarna strax og að borgarlínan verði farin að aka þarna þegar fyrstu 100 íbúðirnar verða afhentar. Og endingu vil ég bara hvetja ykkur öll til að fylgjast með framvindunni og það er vonað frekari fréttum samkeppnina þá á vefsíðunni og sem rata vonandi víðar. En það er þá tilfallið fyrir okkar besta fagfólk að þreifa fyrir sér strax með myndun teyma, bæði hérlendis sem erlendis. Takk fyrir mig.